Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og hjá mér í spjallinu í kvöld eru Kjartan Sveinsson og Arnar Atlason hjá samtökum Fiskframleiðanda. Já. Er búið að droppa það nú og útlýna? Ég að reyna að einfalda þetta fyrir Grétar. Þetta óþjált og leðilegt. Flestir vilja kalla okkur samtök fiskvinnslu án útgerðar sem við höfum aldrei verið sko. En við erum það kannski í kjarnanum því að við erum fyrirtæki sem erum að vinna fisk en ekki veiða fisk. Já. En mér langar nú að byrja þetta spjallstrákar á því að tala við því Kjartan Sveinsson, þú ert formaður Landssambands smábátaeigenda og þú varst á strandveiðum í sumar. Já. Og hvernig gekk? Það gekk bara vonum framar, ég meina þetta var bara dundurvertíð, þetta var bara metvertíð bara á öllum mælikvörðum frá upphafi, hvort sem að við erum að tala um tonni í pottin eða aflaverðmæti eða fisksölu eða bara whatever, þetta var bara alveg dundurvertíð. Góð verð? Já, góð verð og ég sé Arnar brosi til mín sko því að hann þarf að borga þessi verð sko. Já, hann þarf að borga þessi. En já, við gátum náttúrulega ekki kvartað við smábátasjómenn. Og hans félagar. Já. En hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? Sko það er náttúrulega svo mikið af einhverjum óvissu þáttum framundan, ég meina nú er náttúrulega sko, vitum við náttúrulega ekkert hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan verður í þarnastu helgi sko, og það geti bara breytt öllu, það geti breytt öllum forsendum, en svona að öllu... Hvernig þá? Hvað áttu við með hvað breytast forsendur fyrir trillukalla eða strandveiðisjómenn og aðra smábátasjómenn? Já, þá þurfum við náttúrulega að fara aðeins að skoða það hvaða kröfur við viljum gera í mögulegum samningaviðræðum sko. Já. Og það fer náttúrulega hellingsorka frá landssambandinu í það og reyndar hef ég alveg bara í allt sumar alveg bara frá upphafi strandveiða þá hef ég nánast þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér. Þeir hafa alveg herjað á mig sko, bara listin er of langur til þess að tæma hann sko, en það er þýska ríkissjónvarpið og franska ríkissjónvarpið og sænska ríkissjónvarpið og kanadíska ríkisútvarpið og norska ríkissjónvarpið og Le Figaro og Financial Times. Þetta er nú samt mjög jákvætt að þeir sé að fylgjast með. Þetta er mjög jákvætt og það sem þetta sýnir náttúrulega er það að það er alveg gríðalegur áhugi í Evrópu smábátasjómennsku og þau vilja öll vita hvað okkur finnst þetta og ég hef náttúrulega bara sagt þeim bara eins og að minn félagskapur er hansi klofin í þessu bara eins og þjóðin er í heilsinni sko. En þannig að vitum við í landssambandinu við tökum enga afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunnar, það er náttúrulega bara lýðræði og við lútum því. En ef það verður já, þá náttúrulega verður við að tryggja okkur sætið við borðið og ég held að þessi gríðarlegi áhugi erlendra fréttamiðla sérstaklega á smábátum í þessu, sýnir það bara að við eigum skilið að fá sætið við borðið og samningsborðið ef til þess kemur. Já. En svona þar fyrir utan, þetta var nú svona kannski smá útúrdúr vegna þess að við erum náttúrulega brosandi allar hringinn bara með vertíðina og ég held að þessi allir bara ótrúlega sáttir allavega strandveiðisjómenn. Eitt af því jákvæða sem að koma út úr þessu, eitt af því mörgu jákvæða sem að koma út úr þessari vertíð var að við náðum næstum því að klára hana. Það vantaði ekki nema 6 daga upp á. Þetta voru 42 dagar og vantaði bara 6 daga upp í 48 dagana. Þetta er mánuði lengra úthald í ár heldur var fyrir ári síðan. Já, mánuði lengra úthald og að því við vorum svo nálægt í að ná 48 dögunum með þessi rétt rúmi 14.000 tonn sem að var í pottunum að þá má alveg rekna með því að 15.000 tonn í sumar hefði dugað til þess að klára þessa vertíð
Og já, ég veina, við verðum svo kannski að taka með í reikningin að júlí var alveg einstaklega leiðalegu mánuður og bara óvenju mikið af brælum. En það voru trillukallar sem sögðu mér það að þeir eru búin að vera á strandveiðum frá 2009 og þessi júlímánuður væri svo leiðilegast í allar götur síðan. Já, hann var það, hann var alveg ömurlegur. En jafnvel ef við myndum bara gefa okkur það að júlí hefði bara verið eðlilegur júlí, að þá hefði þetta verið 16.000 tonn sem hefði þurft. Já. Og þetta er náttúrulega það sem við höfum haldið fram. Að það sem að þarf í þennan pott er einhvers staðar á bilinu 14.000–16.000 tonn. Og nú sést það bara... Ekki 30.000 tonn eins og var nú sagt. Nei, og þarna stöndum við náttúrulega uppi með pálmann í höndunum hvað þetta varðar, vegna þess að við vorum bara ekkit að fara með hennar fleipur. Við vorum ekkit að reyna að fegra hlutina, við vorum ekkit að reyna að láta hlutina líta út einhvern veginn öðru seldur en þeir eru. Við sögðum bara, þetta er samkvæmt okkar útreikningum, þá er þetta tonnafjöldin sem þarf í þetta. En aftur á móti okkar helstu andstæðingar, þeir voru einmitt farnar að fabúlera 25-30 og það var þetta var komið upp í 36.000 tonn á tímabili hjá sumum þeirra Og sem að sýni það náttúrulega að það var bara rakalaus hræðslu áróður og dómstagsspár sem að hafa ekki ræst. Þannig að við erum mjög ánægð með það hjá Landssambandinu að okkar útreikningar stóðust. Já. En hvernig var þetta hjá fiskvinnslunum? Nú, ég var að hugsa þetta hérna áðan að nú er fyrsta vikan hjá okkur án strandveiða. Já. Og svona talandi rakalausan áróður að þá var mér hugsað til þess að það var afskaplega áberandi núna í byrjun þessara viku hvað við vorum með mikið lakari fisk þegar að strandveiðana naut ekki við lengur. Nú, það passar ekki alveg við það sem SMS hefur sagt. Nei, það var nú það sem ég var að segja með þennan rakalausa áróður. Já. Og svo er mér líka aðeins hugsað til þess sem að ég hlustaði ég minnir að vera á sjávarútvegsráðstefnunni, svipa leit og strandveiða voru að hefja göngu sína. Að þá var þar mættur mest tilkallaðasti hagfræði prófessor landsins, á þess að nefna hann neitt sérstaklega á nafn og ég held að flestir vita það nú svona ef þeir hugsa djúpt hver það er og hann var þar með stóra reiknistokkin og reiknaði út þjóðhagslegt tap af strandveiðum. Já. Mér er oft verið hugsað til þessa síðan, þú veist, í því sambandi hvernig hægt er að setja fram rök eða gögn með mismunandi hætti. Þetta er svona svipað, það er svolítið auðvelt. Ég keypti nú í Morfís í gamla daga og þetta myndi mig svolítið á það að það er verið að taka sömu forsendur og bera þær á borð með algjörlega gagnstæðum hætti. Já. Ég verð að segja... Öfugum formerkjum, já, sérstaklega. Ég verð að segja það að við í okkar samtökum eru sérstakir áhugamenn það, okkur er mjög áfram það, við aukum afkomu okkar Íslendinga af auðlindinni. Auðlindin er náttúrulega mikið til umræðu núna í kringum þessar kosningar sem framöndan eru og ég verð að segja að mér finnst strandveiðar vera gríðarlega stór liður í þá átt. Þær tikka í svo mörg box eins og Kjartan nefndi áðan með spábáta áhugan á... Það er náttúrulega stæðsti kannski og jákvæðasti hluturinn er að þeir setja allan sinn afla nánast undantekningarlaust inn á markað. Og alltaf á markaðsverðum. Við skulum passa okkur að vera ekki alveg með alhæfingar þarna því að það er ekki alveg þannig og það er ekki bundi lagaskyldu að gera það. Þeim er frjálst að landa framhjá markaði og það er ekki alveg þannig. Það eru ákveðnir bátar sem eru að landa á föstu verði, reyndar miðað við markaðsverð. Já, burt sér frá því. Ég finnst kannski aðalatriði það að við erum með þarna hennan græna, við tekum í grænu bóksinn, við tekum í bóksinn sem eru svona nærumhverfið víðsvegar land sem að verður fyrir jákvæðum áhrifum og svo fram eftir götuna. Það er oft búið að tala um byggðafestu og hvaða áhrif þetta hefur og þetta filterast mjög vel inn í þau samfélög þar sem að krafturinn er hvað mestur. Ég held að við getum allir verið sammála þetta
og ég væri afskaplega til í það að fá einhvern annan hagfræðing til að gera þessa sömu rannsókn þar sem að nú strandveiðarnar eru komin á þennan tánings- eða unglingsaldur sko. Ég þeirra skoðunar að áhrifin hafa verið gríðarlega góð á afkomu þjóðfélagsins og en að sjálfsögðu myndi ég vilja tryggja það að þessi fiskur kæmi svo í framhaldinu í vinnslu hérna heima. Það að mínu viti næsta skref sem við ættum alls ekki að missa af. En það eitt sem við langar að spurja þig að. Það varðandi að við erum að borga tolla af fullunnum fiski inn á Evrópumarkaðin. Já. Ef við setjum hann í rasp eða í einhvern lög eða eitthvað þess áttar klárt á pönnuna eins og maður segir eða örbylgjuna eða ofnin. Það hefur ekki verið talað það í þessari umræðu að sjávarútvegur mundi njóta góðs af því að fullvinna meira af fiski og gæti gert það inn í Evrópusambandinu en ekki fyrir utan þá borgar hann tolla. Sko hagfræðin kennir náttúrulega það að þetta svona breytilegt milli landa hver sé bestur í að gera hvað og hvað. Og mín persónulega skoðun ekki endilega sú að við eigum að fullvinna allan fisk á Íslandi. En grunnvinnsla að mínu viti á að fara fram á Íslandi. Ég ekki sannfærður það að við hér út í Norður-Atlantshafi með þessa fjarlægð frá mörkuðunum getum það sem þessar bestu verslunarþjóðir sem eru eins og Hollendingar og Danir, við erum bara á eftir þeim í þessu starfi. Jú, en ég bara svona, ef maður lítur svona fram í tíman að þá væri þetta gríðarlegur möguleiki fyrir þá sem það vildu. Ég algjörlega sammála því og við bara benda á, við erum hér og tækifærin eru þarna. Það svo gríðarlegu munur frá því það sem við erum að... En ég, svo meiri segja, sá ég leik á borði að það væri jafnvel hægt að koma með fiskinum okkar íslenskum landbúnaðarvörum í bakkana grænmeti og annað þess áttar með. En þetta nú svona bara mínar... Við verðum náttúrulega... Svona reyna að sjá kosti og galla við hlutina. Við verðum náttúrulega að viðurkenna það að þegar við erum að tala íslenskan sjávarútveg versus íslenskan landbúnað, þá erum við að tala gerólíka hluti og ég treysti mér illa í þá umræðu voru afar mínir báðir bændur. Nei, en ég að meina ef þú værir að fullvinna rétti í bakka, matarbakka, þá gætur komið jafnvel, flottir kokkar eru með kannski 60-70% hráefnið sem aðal hráefning, hvort sem það kjöt eða fiskur og svo eru þeir með kannski 30% af gremmeti eða kartöflum eða... Já. Það alveg ljóst að það að vera að selja vöru sem lítur toll við það að fara inn á ákveðið svæði hefur áhrif á það hvað fyrirtækin gera samanborið við það sem Donald Trump að gera þessa dagana, bara til dæmis. Við þurfum alltaf að velta fyrir okkur samkeppnisforskoti. Ég ekki vissum, eins og ég sagði á hann með þessa fjallað frá mörkuðunum, að við varum sérstaklega góð í því að setja upp einhverja rétti. Nei. En það bara önnur saga og hérna... Já, ef við stígum nú kannski aðeins 2 skref tilbaka og skoðum bara hvernig hlutinir eru akkurat núna, þá það annað sem var bara mjög, fyrst við erum að tala útflutning á fiski, þá það annað sem og okkar helstu markaði, að það sem mjög jákvætt fannst mér núna og vonandi helst þetta áfram og vonandi verða strandveiðar út ágúst héðan eftir. En ég hef nú að ég hef nefnt það áður við þig sem sagt að í Waitrose verslunarkeðjunni í Bretlandi, að það sem sagt luxuslínan þeirra number 1 heitir hún og þorskknakkarnir hjá þeim að þeir hafa verið í gegnum tíðina
bara mertir Hook and Line Caught in Iceland. Og þetta mjög mikilvægt vegna þess að sko þessi krókaveitu fiskur og það eru bara til rannsóknir sem að staðfesta þetta að krókaveitur þorskur að seljast á svona 15-20% hærra verði, hann premium og það premium sem að skila sér til Íslands, skila sér til sjómanna. Nú var ég bara að skoða þetta daginn sko og því ég hefði áhyggjur af þessu með þessu Hook and Line Caught in Iceland hjá þeim. Ef að það allt í einu sko kipt öllu úr sambandi í 6 vikur á ári. Það engin stemning fyrir þessu hjá þessum erlendu stórmörkuðum. Og núna, ég skoða fyrir á heimasíðuna hjá Waitrose. Þetta ferskur fiskur eða frosin? Þetta ferskur fiskur. Cod loins, 36 pund og 10 pence, kílóið. Og stendur, hooks and lines, gott og vel, Danish seines and demersal troll caught in Iceland. Þannig að þarna búið að bæta við, sko, við þetta hook and line, það búið að bæta við þarna snurvoð og troll. Og þetta geti leitt til bara gríðarlega álitsnekkja á þessari vöru frá okkur, sko. Og þannig að ég var búin að vara við þessu og nú þetta búið að gerast vegna þess að þau þurfa einhvern veginn að fylla upp í sitt hilluplás en þau vilja Hook and Line Caught og mér skilst nú á þeim sem að þekkja til að leið og þetta fer á stað aftur í september að þá ætlaði breyta þessu aftur í Hook and Line en þetta eitthvað sem að strandveiði út ágúst geti hjálpað verulega til að slá á þetta vandamál sko. Ég held líka að það verða að segjast alveg eins og að stjórnvöld sem treysta alltaf á bara það að markaðsöflin leysi úr svona málum eru ekki endilega stjórnvöld sem eru alveg með puttana á púlsin. Ég þeirra skoðunar að það sé gríðalegt sóknarfæri í til dæmis bara sóknarstýringu að ákveða hversu mikið á að veiða á línu og velta því fyrir sér hvaða áhrif það hefði á heildarverðmæti íslensk fiskafla. Það náttúrulega krókaaflamarkskerfi sko. Vissulega, en ég að segja að það mætti alveg örugglega útfæra þetta miklu lengra og ég hef almennt ekki orðið mikið var við einhverja slíka stýringu. Jú, kom línu, tvöföldun og línu Nei, í rauninni markaðurinn látin þetta og þeir aðilar sem eru með útgefnar veiðiheimildir við höfum meira að séð það að það hefur fækkað verulega línubátum. Það í útgerð. Það skýrist náttúrulega af öðrum þáttum eins og við þekkjum. Við erum með skortmarkaði almennt á íslenskum fiskmarkaði. Þar af leiðandi verðmunur á gæðafiski á móti lakari fiski stundum bara hverfandi. Sem að til vansa. Við erum með þessa tvöföldu verðmyndun í landinu sem veldur því að útgerðum ýtt eða það ýta sjálfkraf út af fiskmarkaði. Við leiðist að tala þetta því ég veit að fólk skilur ekki hvað ég að tala en sem sagt, það getur verið alltaf tvöfaldur verðmunur á fiski sem landað á fiskmarkaði versus fiski sem landað inn í vinnslur sem sagt í eigin eigu, það sem bátarnir í eigin eigu og þetta hefur svo mikil áhrif til skekkju á ákvarðanatöku viðkomandi aðila og getur orðið svo sterkur freistnivandi að niðurstaðan verður ekki þágu þjóðarinnar. Já, ég hjartanlega sammála þessu. Þetta svo stórt vandamál að ég hef stundum á tilfengur að það sé stórt að fólk ná ekki utan hugmyndina. Nei, þetta maður tekur í sérstaklega inn á Alþingi, það ekki nærvið því allir þingmenn þar sem átta sig á svona hlutum. Nei, og að því að við erum að tala hagfræðiprófessor og þú veist að spáði hvort það var einhver annar sem að geti tekið þetta út og ég menna hann Þórólfur Matthíasson, emeritus í hagfræði, að hann var nú einmitt að segja þetta nákvæmlega sama sem að þú ert að segja sko, að það geta verið þar aðstæður þar sem að fyrirtæki eru bara að skila bara góðum hagnaði en það þarf ekki endilega alltaf að vera sko, þjóðhagslega hagkvæmast að fyrirtækin séu að skila þessum hagnaði sko, vegna þess að þau eru kannski að skila hagnaði sem að með því að draga úr útgjöldum í sambandi við til dæmis vinnuafl og fækka sjómönnum og fækka störfum og annað slíkt sko. Það ekkert endilega þjóðhagslega hagkvæmast. Nei, en það sjáum við það sem við veiðum á frystiskipum.
flaka fristiskipum. Þar eru við jafnvel bara að hirða flökin, henda hryggnum, henda lifrinni og gumsinu jafnvel í maganum sem er nú kannski minnst virði, en það væri þó hægt að bræða það í lýs og mjöl. Það er að taka nákvæmlega þetta dæmi. Það er alveg með ólíkindum. Og þetta er ekki gerð athugasemd við þetta. Það er alveg með ólíkindum hversu lengi var haldið út á þessum fristitúrum því að verðin lækkuðu og sama tíma voru verð á ferskum afurðum stanslaust hækkandi en það var náttúrulega þarna fjárfesting undir og þeir vissu það eða þeir vissu það var bara beint orsakasamhengi út af kjarasamningum sjómanna og hlutaskiptakerfinu að með lækkandi verði þá lækkaði kostnaður. Hafnargjöld lækkuðu, laun lækkuðu og jafnvel veiðigjaldi lækkaði. Þannig að þeir voru með ákveðna tryggingu þó svo að þeir væri alltaf að fara í lakari afkomu. Þannig að ég hef gert áður skora stjórnvöld að horfa til svona hvort að hægt sé með einhverjum hætti að stýra betur, til dæmis aukinni veiða á línu, til dæmis með aukinni vinnslu hérna innanlands, einhverjum hvötum eða einhverjum leiðum. Það er náttúrulega notað á sumum af litlu bátunum línu ívilun. Þá fá menn viðbótar kóta ef þeir veiða á línu og hérna það er enda misjafnt hvort það er handbeitt eða beitt á vélabátum. Munar ykkur í 5% eða ekki? Jú, ef það er stokkað upp í landi eða beitt í landi, sko. Það er munur þar á. En fyrst við erum að tala um þessa línu ívilun, eða sko, það er náttúrulega full ástæða til þess að fara að skoða einhverjar svona grænar umhverfisvænar ívilnanir og það er eitthvað sem að Landssambandið hefur náttúrulega verið að tala fyrir og kom náttúrulega ályktun frá seinasta aðalfundi okkar þess efnis. Einhver hluta vegna vill Hafró ekki styðja okkur í þessu, segja bara að hérna það sé bara voðalega lítill umhverfismunur á því að veiða á handfæri eða í tról. En sko við stöndum nú samt frammi fyrir því núna þegar við erum að tala um línuvilun að hún hefur verið skorin niður nánast alveg inn að beini, sko. Og þetta er eins glaður og við erum með strandveiði tímabilið að þá höfum við miklar áhyggjur af stöðu línu ívilunar vegna þess að hún er algjör grundvallarforsenda fyrir línu útgerðir sem að eiga kannski minna heldur 300 tonna kvóta. Og ef hún verður aflögð að þá held ég að langstærstu hluti þeirra komið til með að selja og það verður bara ennþá meiri samþjöppun. Þannig að sko og það er okkur strandveiði sjómönnum svolítið þungt að það sé verið að taka af þeim til að láta til okkar og við erum ekki sáttir við það. Þannig að við komum til með að halda áfram að berjast fyrir þessari línuívilnun. En í sambandi við sko hvað á að gera þegar þú spurðir sko hvað er framundan og við erum með allskyns lausnir á þessu sko. Ein hugmynd sem að er komin upp og við ætlum að bera undir atvinnuvegaráðherra. Það er að stækka 5,3% kerfið upp í 8%. En þá yrði sko, þetta yrði tvískipt, að þá yrði sem sagt 4% tekin af ráðgjöf Hafró og þá myndum við í rauninni skila 1,3% aftur inn í kvótakerfið. En hinn 4% yrði bara hreinlega tekin út fyrir sviga og tekin út fyrir ráðgjöf Hafró. Bara rétt eins og vaffesafli gerður og rannsóknarkvóti og annað slíkt, sko. Við erum alveg klára því að þetta svigrúm er til staðar. Ég meina Hafró er búið að gúttera það alveg að það sé veitt 10-15.000 tonnum fram yfir þeirra ráðgjöf á hverju ári. Þeir bara vita af því og samþykja það. En af hverju ekki að þá að láta þetta svigrúm nýtast þeim sem að er að stunda langsamlega vistvænustu og grænustu veiðarnar og skapa flest störf í landi vegna þess að við erum smábátar að skapa 3 sinnum fleiri störf störf í landinu bara almennt, sko, bæði til sjós og í landi.
Við erum að skapa sko 3 sinnum fleiri sjómannsstörf heldur en stóra kerfið sko. Já, miðað við að landa hann afla. Já, miðað við hvert veitt tonn. Já. Ég held sko að það væri skemmtilegt viðfangsefni að því við erum alltaf fastir í því að ræða sömu rullu, við erum alltaf að tala sömu hlutina, það bara eðli okkar mannana. Ég held að væri alveg skemmtilegt viðfangsefni fyrir okkur sem situm hérna við þetta borð, að taka bara íslenska sjávarútveg út frá grænum lausnum. Hvað myndum við þá gera? Nú við myndum væntanlega auka línuveiði Og handfæraveiðar. Hvað myndum við gera meira? Við myndum væntanlega minnka transport á heilum fiski eftir að honum hefur verið landað eins mikið og mögulegt að vinna hann sem næst heimabyggð, væntanlega. Við myndum horfa mikið í kolefnisfótspor okkar og reyna að minnka útflutning á heilum fiski. Það hlýtur að vera algjörlega andstætt öllum markmiðum að vera transporta heilan fisk hér á milli landa. Að láta ekki allan fiskinn koma til vinnslu innanlands. Það hlýtur að vera svona út frá þessum, ef við erum að tala um þessi grænu viðfangsefni. Já. Og þetta heldur bara svona áfram. En við erum í raun og veru í flestum tilfellum að fara í hináttina. Við sjáum ár eftir ár gámaflutningin mikinn. Hann kannski ekki að aukast en hann að sveiflast og viðhelst mjög mikill. Og Voru ekki 52.000 tonn flutt út? Það svo tala sem ég hef heyrt, jú. Og það verðist heldur aukast, þetta eru aðeins bylgjur á þessu, en þetta verðist bara að vera komið til með að vera og svona bara eins og það sé nánast bara sáttorðið þetta. Við höfum ítrekað bent á það að það hægt að auka skattspor á Íslandi einhvers staðar á bilinu 10-20 milljarða með þessu. Auka verðmæti auðlindarinnar og við erum kannski ekkert ódýrasta landi heimi til að vinna fisk, en við erum ódýr að því leyti að við höfum þessa nálægð. Fiskurinn að veiðast við okkar strendur og þetta bara pólitísk ákvörðun. Við erum að keppa við ríkisstyrktarvinnslur og ef þetta heldur áfram svona að þá mun íslensk fiskvinnsla bara hverfa. Það okkar spá og ég held að það missir, það getur vel verið að verðmundi viðhaldast til skemmri tíma hátt en þegar að samkeppni innanlands frá hverfur að þá lækkar verðið sjálft til lengri tíma. Já, það náttúrulega best fyrir sjómenn og þá sem að selja fiskinn, hvort það á markaði eða föstu verði, að það sé samkeppni fiskinn. Þess vegna eru við, ég og Sigurjón Þórðarsson, voru með að virða þær hugmyndir að vera með frumvarp að 30% af afla færin á markað og togari kemur í land með 100 tonn, þá færu 30 tonnin á markað og þar var komið kílóaverð á farminn. Eins og Færeyingarnir gera þetta. Þetta er náttúrulega bara oddur eða hluti af þessari umræðu, sko. Já. Að í mínum huga. En það hefði bara áhrif á náttúrulega uppgjör til mannskaps borð í skipunum. Það hefði áhrif á aflagjöld eða hafnargjöld. Svo hefði það áhrif á skattspor til ríkisins, útsvar til sveitarfélagana og síðast en ekki síst hefði þetta áhrif líka á veiðigjöld. En sko, ég verð samt ég alveg sammála þetta væri mjög góð tilraun. En ég verð samt að segja það að sko, Kjartan, ef ég spyr þig, telur þú verðið sem þú ert að fá á fiskmarkaðnum í dag vera markaðsverð eða ekki markaðsverð? Já, þegar stórt spurt, sko. Það að stóru leyti erlendir aðilar koma hingað að kaupa fiskinn á forsendum sem þeir reikna út. Já. Þetta eitthvað annað en markaðsverð? Væntanlega, ég kannski, þetta ekki brelluspurning. Það sem ég bara að segja að það selt 100.000 tonna fiski á uppboði eða á
fiskmörkuðu landsins á ári hverju. Örlítið upp og örlítið niður, þetta eru smá bylgjur milli ára. Hagfræðingar úr sama hópi manna og ég nefndi hérna áðan haldaði fram að þetta sé ekki markaðsverð. Þar alveg að þetta eigi stærstu útgerðir landsins, kvótasterkustu útgerðir landsins að borga lægri laun, eða ekki að borga út frá þessu verði, af því það sé ekki markaðsverð. En á sama tíma þá er verið að segja að þeir útgerðamenn sem ekki eiga vinslu, þeir eigi samt að borga laun til sjómannana sinna eftir þessu verði. Já. Þá er það orðið markaðsverð. Já. Og þá er það að mínu viti, annarkort verður bara að semju það að útgerðir þurfi ekki að borga samkvæmt markaðsverði, breyta kjarasamningum á þann veg, eða þá að segja allir þurfa að borga samkvæmt markaðsverði, eins og smábátasjómenn gera, í langflestum tilfellum, ef ég skil þetta rétt, að það verður að láta af þessari misnotkun. Það verður að láta af þessu misvægi sem eyðileggur alla ákvarðanatöku, alveg frá neðstu stigum, alveg upp í hið pólitíska litróf. Svo við tölum þetta bara á mannamáli. Þú ert að kaupa þitt hráefni á 700 krónur kíló og við vorum að tala um þorsk. En þeir eru að kaupa sjálfur sér fyrir kannski 320 til 380 krónur á föstu verði. Við höfum séð alveg fáránlegan mismun. Fáránlegan mismun. En þið eigi að vera að keppa á sömu mörkuðu. Þetta er galið. Já, þetta er bara ósanngjarnt og ekki réttlátt. Og þjóðfélagið er að tapa á þessu. Það liggur alveg fyrir. Það er margbúið að sýna fram á það. Og það er líka, því vorum að tala um þetta hérna áðan, að ég ætla nú ekki að fara að tala eins og Milton Friedman eða eitthvað slíkt, en í hreinu markaðskerfi, þá áttum að fara mikið nærði að taka rétta ákvörðun. En þegar er komin svona skekkja, þegar vorum að tala um trollveiðarnar versus hvað og hvað skiljiði, þegar það er, þá hætta þessi element að virka. Það er búið að taka allt úr sambandi og það fara að verða allt aðra forsendur sem liggja til grundvallar. Eins og til dæmis á hvaða veiðarfæri er að útdýrast að gera út. Fattiði mig. Já. Og svo er það náttúrulega bara svolítið fyndið að svona harðsvíruðustu kapitalistar Íslands skuli ekki einu treysta markaðslögmálum í verðlagningu. Það er nú sér kapituli til að ræða. Það er mjög merkilegt. Það er mjög merkilegt. Menn sem reykja sér á góðum degi að fylgja markaðslögmálunum og berjast fyrir frelsi markaðarins og svoleiðis, en svo þegar á að fara að verðleggja fisk, að þá eftir markaðsverði, að þá eru þeir komið á bakvið hól. Ég verð að koma því að nú er starfshópur inn í atvinnuvegaráðuneyti sem er að skoða þennan útflutning. Það er verkefni starfshópsins það og er leið að auka verðmætið. Og ég verð bara að segja fyrir mig að ég held að það sé stórkostlegt tækifæri í staðin fyrir að vera að naga skóin endilega af viðkomandi pólitíkusum. Þá held ég að þetta sé stórkostlegt tækifæri. Hverjir eiga fulltrúa í þessum starfshóp? Við eigum fulltrúa þarna inni, SFS á fulltrúa þarna inni, ég veit að það er fulltrúi úr þínu flokki þarna inni, það er fulltrúi úr atvinnuvegaráðuneytinu og það er fulltrúi frá MAST. Ég held að þetta sé upptalið. Er þetta 5 eða 6 manna starfshópur. Já. Og stjórna náttúrulega af starfsmanni úr ráðuneytinu. Ráðuneyti stjóra eða? Gunnar Guðmundsson. Ég man ekki hvaða titil hann... Nei. Hann ber hann inn í ráðuneyti. Er ekki Guðmundur Gunnarsson? Guðmundur Gunnarsson, já. Hann er aðstofamaður Hönnungarinnar. Já. Ég held að þetta sé bara stórkostlegt tækifæri og ég held að sé bara stórkostlegt tækifæri bara í því að það sem ég hef oft verið að tala um í sjávarútvegi, við erum með stórkostlega auðlind og við verðum að bera gæfu til þess að hámarka það sem við höfum út úr henni. Ég get tekið íslenska sjávarútveg og bent á gríðarlega margt jákvætt.
svo líka annað sem getur betur farið. Miklu betur. Og mér leiðist oft þegar umræðum sjávarútveg bara eins og kannski ESB-aðild að það annarkort svart eða hvítt. Það annarkort já eða nei. Íslensku sjávarútvegur ekki þar. Þetta ekkert já eða nei. Það bara greiningavinna, hvað gætu við gert betur. Kjartan gæti örugglega bent á í sínu ranni hvað hægt að gera betur þar. Þú varst að benda á eins og ert ánægði með strandveiðar og þá ertu ánægði með hvert línuívilnun að fara. Það sama hjá okkur og eins og þú bentir á þann á varandi fullvinnslu. Mér finnst ömurlegt að horfa til þess að við erum í raun og að fara í hináttina. Við erum að tapa vörumerkjastríði við Norðmenn og þú varst að tala um Line og Hook, þú nefndir Danish Seanet, sko. Þú veist, okkar identity, ef við lefum mér að sletta, að verða mjög veikt á mörkuðunum okkar. Það algjörlega ömurlegt. Sem stórfurðulegt vegna þess að nú náttúrulega búið að vera alveg þvílíku samdráttur í, sko, sóknarfærið hefur verið hjá okkur undanfarin ár, sko. Jú. Og við höfum algjörlega leyft þessu tækifæri að renna okkur úr greipum. Það kannski akkurat út af þessu sem við vorum að nefna áðan að við höfum treyst markaðsöflum sem ekki einu sinni markaðsöfl. Sem ekki markaðsöfl. Þetta eru skekkt Þú vinna ekki eftir markaðslögmálum. Þessi stóru fyrirtæki okkar í sjávarútvegi. Mér meinilla við að gagnrýna þau beint. Ég bara segi að það bara búið að skekkja markaðsöflin þannig að sá sem gerir best í því að skila bestri vöru og bestri markaðssetningu, hann ekki endilega með bestu afkomuna. Og það þessi skekkja sem ég svo ósáttu við. Það náttúrulega gefur auga leið að fiskvinnsla sem þarf að kaupin hráefni á 700 krónur hlýtur að standa verð heldur en fyrirtæki eða fiskvinnsla sem kaupir á 350 krónur. Það segir sér sjálft. Það segir sér sjálft. Og svo þið líka að keppa við niðurgreiddar vinnslur út í Evrópu. Mikil ósköp. En sko við skulum aðeins taka smá upprifun. Hvað vorum við að tala um í byrjun árs eða síðasta vetur? Hvað átti sér stað inn á Alþingi síðastliðið sumar? Af því að þú varst að tala um ömurlega júlímánuð. Í hvað fór júlímánuður í fyrra? Munið þið það? Hann fór í veiðigjöldin. Hann fór í veiðigjöldin. Og þessi útvegur átti að leggjast á hliðina nánast út af, ég ætla að leyfa mér að segja bara tiltölulega hófsömum veiðigjaldahækkunum. Ekki hækkunum, þetta voru raunverulega bara leiðréttingar. Já, ok, gott og vel, notum það orð. Smá leiðréttingar. Já, enda sagði Guðmundur í Brim eiginlega nákvæmlega orðrétta sama og þú ert að segja og hætti svo sem formaður SFS. Skiljiði, þessi umræða, þessi orð, þau nánast detta sjálft sig vegna þess sem á eftir hefur komið, þessar gríðalegu verðhækkana á öllum afurðum sem þú sérð í hráefnisverði eða söluverði ykkar og hráefnisverði okkar. Við verðum einhvern veginn að geta komist út úr þessum svona sandkassaleik, sko. Og að stóru leyti held ég að tekjur ríkissjóðs af því að verð væri jafnað, að uppgjörsverð væri jafnað, söluverð væri jafnað, myndu vera svo hátt hlutfall af veiðigjalda upphæðinni. Tekju hækkur ríkissjóðs af því. Þannig að ganga hreint í borðs og vera tilbúin að poti það sem að betur má fara og bestu og stærstu og efnamestu fyrirtæki landsins geta valla óttast að það sé tekin einhver svona innri gagnrýni á íslenskan sjávarútveg. Það getur ekki verið annað en okkur öllum holdt. Nei, en það nú ekki viðurkennt af þessum ágætu fyrirtækjum. Nei. Þau voru mjög hörund sár fyrir allir gagnrýni. Já, og kannski það fær maður að heyra á hverjum tíi nánast. Já, og kannski búin að stilla íslensku sjávarútvegi upp bara nákvæmlega eins og þau vilja hafa hann, sko. Já, og ráða mestu innan fyrrverandi formaður SFS ráðuneyti stjóri í atvinnuvegaráðuneytinu. Já, við skulum kannski ekki fara að persónugera þessa hluti. En þetta þó, og hver að taka við sem forstjóri Hafró? Það ekki komið ljós. Nei,
en þar fyrirverandi stórfórstjóri í sjávarútvegsfyrirtæki. Já, en þetta alveg rétt sem Arnar að segja, sko, að hérna með þessar upprópanir og ég menna þetta náttúrulega brandari að sko, ef maður lítur tilbaka núna, bara hugsa tilbaka 1 ár, ég menna þetta var náttúrulega alveg út í hött hvernig þau létu, miðað við það að þau eru öll að skila metafkomu í ár. Og ég menna, við vitum alveg af hverju þessi metafkoma ég menna, það bara há fiskverð og ég menna, þetta bara hagfræði 101, ég menna, það bara, hérna... Og veiði með litlum tilkostnaði, á öll veiðafæri. Já. Svo náttúrulega önnur upprópun ef við viljum vera að tala upprópanir, við erum búin að fjalla grænu leiðina og allt það, en sko, við höfum, Íslendingar alveg haldið fram að við séum best í heimi í sjávarútvegi. Við höfum gert það. En eins og ég sagði hérna rétt á þann, við erum að tapa ímyndarstríðinu alveg illilega. Og það að mínu viti að stóru leyti vegna þess að það engin samstaða, það engin sameiginlegur vettvangur eða það engin markað sín. Mér sagt að Norðmenn taki ákveðna prósentu af öllum útfluttum sjávarfangi og noti það í auglýsingaherferð fyrir norska sjávarafurðir. Og hafa efni á því að hafa Haaland af ekki ódýrari mann en Haaland sem sinn þorsk erindreka á erlendum mörkuðum, sko. Og þetta vantar alveg hjá okkur og þess vegna segi það, sko, ég meina við mistum náttúrulega, sko, við mistum þorskinn frá okkur til Norðmanna hjá Marks og Spencer, hvort það hafi verið 2014 eða 2015. Ég ansið hræddur það að við getum mist Waitrose frá okkur líka og ef það þá eigum við ekkert eftir í Bretlandi, sko. Sainsbury's kallar þetta bara hérna in the Northeast Atlantic og hérna en Norðmenn eru með Marks og Spencer og þetta náttúrulega það bara ótrúlegt að missa svona hluti frá sig, sko. Bakkalóin á Spáni og Portúgal. Já, en svo finnst mér alltaf merkilegast í þessu öllu saman og talandi krafta markaðssetningar. Það það að þegar Bretar eru spurður í dag það hvort að þessi lax sem á borðið lagður fyrir þá eða þessi þorskur, þessi hvíti þorskur eða þessi bleiki lax sem lagður hérna fyrir þá, hvort sé villtur fiskur og hvort sé eldisfiskur. Þá það staðreynd að 90% Breta, þetta hef ég bara beint upp úr skoðanakönnun sem gerð var, þeir töldu laxinn vera villtan og þorskinn vera eldisfisk. Þannig enn annað stríð sem við erum að tapa og áhrif, sko, Norðmanna eru þarna náttúrulega mjög greinilega því að þeirra akkur hefur verið svo mikið af laxinn. Þeir eru náttúrulega með eldi núna upp á 1200.000 tonn. Ekki gleyma öðru að þeir eru líka vertíðaháðir útgerðarmenn. Að þorskurinn hjá þeim kemur í göngum þannig að eins og við þekkjum þetta skrei. Já, það er bara verið klókir í markaðssetningu á því. Mjög klókir. Þannig að þeir eru miklu aftanir við í vinnslu á fiskinum af þessari ástæðu. Þar alveg að þetta hefur markaðssetning, þeir eru bara valið, það var þess vegna sem ég hikaði við á. Þeir eru að veiða á þessu svo kallaða vertíða tímabili sínu. Þá veiða þeir bróðu partin af magninu. Það sem fyrir í saltfisk. Ef þú myndir ætla að velja þér þorsk í svoðið eftir árstíð, myndur þá velja þorskinn sem eins og skrei hjá Norðmönnum, sem veiddur á hrygningatímanum þegar hann orðinn horaður inn að beini, myndur þú velja þetta? Nei, hann náttúrulega, það gengur nú ekki, hann þarf að vera helst feitur. Ég að segja það, þetta sýnir enn og aftur styrk markaðssetningar hennar. Það að taka, ég ætla ekki að segja lélega afurð, lakari afurð en helst þyrft að vera, markaðsetta hana með þessum hætti og með frábærum árangri. Frábærum árangri. Ef þú ferði í þessi lönd, þá horfa þær öll á þennan fisk. Og ég man eftir því þegar ég fór fyrst var að selja saltfisk á Spáni sjálfur fyrir okkur sjálfa strax eftir að
einkasöluleyfi á saltfiski var afnumið, þá var landið okkar, þá var nafnið Ísland þekkt sem tenging við saltfisk. Þetta hefur gefið svo gríðarlega mikið eftir að ég held við þurfum að taka hausinn og sandinum, átt okkur á þessu og fara að vinna þetta tilbaka. Veitum við nú lítil en auðlindin, hráefni sem við höfum, sem kemur upp úr sjónum, það þessi sterka uppspretta sem við höfum að þora að treysta á. Og tengt þessu, og þetta náttúrulega sýnir bara það, sko, það að ég hef þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér með prikið nánast í allt sumar. Áhuginn á íslenskum sjávarútvegi til staðar og rómantíkin í kringum, sko, SFS segir alltaf að við lifum ekki á rómantík, en rómantík gefur bara ansið mikið í aðra hönd, sko. Og þetta sýnir það að þetta markaðstækifæri til staðar og fólk vill þetta. Þetta það sem að fólk vill kaupa. Þau vilja sjá einhvern ungan Grímseying eða eitthvað bolvíking eða eitthvað svoleiðis einan út á hafi með vistvæn veiðarfæri og komið þetta í land. Það eru gríðaleg markaðstækifæri sem að felast akkurat í þessari rómantík, sko. Fyrir 50 árum síðan þá var lax nánast ekki á matseðli hjá sushi veitingastöðum. Það var bara ekki þekkt. Lax var bara ekki þekktur sem þannig matfiskur. Nei, skiljiði. Og nú fær maður ekkert annað í súsíðu sitt. Kemstu hvergi hjá því að borða lax nánast. Já. En það að við séum, sko, á sama stað og eldislax, sko, ég menna fiskur síðasta villta prótínið eftir í heiminum, sko. Já. Sem að svona stöðugt framboð af. Og það að við skulum ekki vera, sko, langt fram úr eldislaxi alveg með eindæmum, sko. Þetta bara það sem okkur vantar, eins og við höfðum hér á árum áður, þá var verið að auglýsa undir vörumerkjum, Icelandair eða hvað það hét, og svo voru náttúrulega Goldwater og stóru matvæla fyrirtækin. Og þetta var unnið markvisst í markaðssetningu. Það þarf náttúrulega líka að ná utan það að þú nefndir hvað normenn gera við markaðsstarfið sitt, að þeir sækja ákveðið hlutfall. Þeir eru með í laxinum sem að mætti mikið velta fyrir sér. Það fer ekkert úr landi sem kallast B-lax. Nei. Það bara premium sett úr landi. Já. Og með því að halda utan þetta með þessum hætti, þá stærsta markaðssetningin bara gæði fisksins. Já. Það gengið að ákveðnum hlutum vísum. Hvernig þetta hjá okkur? Þeir reykja þetta B-fiskinn, og alls konar mat að þetta með ýmsum hætti. Hvernig þessu háttað hjá okkur? Það frjáls útflutningur á heilum fiski. Það engar hömlur á því hvaða fiskur, hversu lélegur hann fluttur úr landi. Undir hræðilegum kringumstæðum. Hræðilegum kringumstæðum og bara því miður þá þetta eitthvað sem að mínu viti þyrfti að taka mjög strangt á. Við þurftum virkilega að hugsa þetta bara upp á nýtt. Merkingar umbúðana, hversu skýrt að það sem við erum að gera skili sér alla leið sem skiljiði ef við erum að nota gæða vöru, hversu klárt það að hún komist á leiðarenda sem íslensk gæðavara. Það alveg víðsfjarri að það sé eitthvað orsakasamhengi þarna á milli. Það getur verið akkurat öfugt, sko. Við höfum enga stjórn á þessu eins og þessir háttað í dag. Nei, það margt sem og þú í þessum starfshópi sem þú ert í þessa hluti gæti nú stungið upp á þessu og lagt þetta til. Við erum búin að leggja fram fjöldatillagna og bíðum bara spennt eftir því að starf hópsins fara á stað og
Ég veit að eflaust eru margir í ranni Kjartan sem hafa áhyggjur af því að við ætlum að fara að setja eitthvað höft eða hömlur og að fiskverða á fiskmörkuðunum muni hríðfalla. Ég skil það stendur hver sjálfum sér næst í þessum efnum. En ég held að tækifærin séu bara eins og Kjartan var að nefna á hann miklu meiri þá átt að við eigum að stefna bara því að vera með dýrari fisk heldur en lax. Það á að vera targetið. Við verðum að trúa á vörumerkið okkar, við verðum að trúa á konseptið. Í dag, í raun og veru eins og vorum að tala áðan, bara oft betra að fá minna fyrir, skiljiði, hráefnið inn í vinnslur, vegna þess að það skila meiru að vera neðar. Já, fyrir fyrirtæki sjálf. Minni vinnsla og ódýrari vinnsla eða bara verið að slæja fisk eða ísan og senda svo. Við erum að keyra kerfið okkar áfram á kostnaðarvitund en ekki á markaðsvitund. Og þetta bara svona grundvallarbreyting sem ég held að þurfa að verða. Já, og því miður þetta þannig að þetta svolítið í höndum einstakra bara fyrirtæki eins og til dæmis með þennan Waitrose fisk, sko. Það eru bara örfá fyrirtæki sem eru að halda þessu uppi, sko, og mega eiga bæði hrós og þakkir skili fyrir það. En þetta þarf að vera, sko, miklu hnýtmiðara og svona, hvað maður að segja, það vantar alla strategíu í þetta, sko, að koma því inn á okkar mörkuðum. Vantar betra skipulag á þessar hluti með markvissum hætti þar sem að ráðuneyti og fleiri aðeinar koma að sem að að gera þetta markvisst og skynsamlegan hátt. Já, og það mætti þá bara, sko, kannski finna einhverja markaðsstofu eða eitthvað sem að bara til að vinna þetta almennilega fyrir okkur, en bara svo lengi sem þetta bara svona samhæfð strategi að íslensku fiskur þýðir þetta, þýðir A, B og C. Og svona lítur hann út og svona hann komin í borðið og þetta bara besti fiskur sem við getum mögulega keypt. En að því að, sko, við höfum alla burði í það. Það líka kannski bara sterkari markmiðasetningu hjá stjórnvöldum að segja þetta punktstaðan í dag. Já. Við ætlum að setja okkur það að markmiði að vera búin að auka verðmæti sjávarafla hér innanlands, segjum bara 10 milljarða á 5 árum, eitthvað slíkt. Að bara setja sér markmið og annarkvort nástu eða ekki og setja svo eins og bara kentir í bara hinnum ýmsu fögum að setja sér eitthvað þrepamarkmið hvernig á að ná markmiðunum. Já. Það auðvitað fullt af möguleikum fyrir hendi í því. Og það að fara í gegnum allar veiðitegundir og flest veiðarfæri og allt og gera betur á öllum sviðum. Við getum hort 50 ára aftur í tíman og velt fyrir okkur hvað vorum við að gera í sjávarútvegi þá. Já. Og við bara myndum reyta hár okkar ef við sæjum hvað var sett í gúan og þá og annað slíkt, skiljið. Já. Þau nú ekki að fara 50 ára aftur í tíman, við bara hugsaum með makril, sko. Já, til dæmis. Þá erum við bara að tala 10-15 ár, sko. Já, það vittu bara í bræðslu til að byrja með. Já. Og það ekki nóg með það, heldur þurftur að eiga síld með til að geta farið á makril og svo giskaði áhöfnin eiginlega á hvað væri síld og hvert væri hlutfallið. Allt fór í bræðsluna. Tækifærin eru þarna en við erum tiltölulega ósamstæð eða ósamstígandi innan sjávarútvegsins því miður, en svo sestu niður með fólki og þá fólk almennt þeirra skoðunar við eigum að geta gert miklu meira úr og geta gert og laga suma hluta sjávarútvegsins til mikill að muna. Já. Það víða hægt að laga til. Það sko alveg á tæru og náttúrulega bara yfir stjórnunin á sjávarútvegi, kvóta úthlutun og hverjir eiga að vera handhafar kvóta og veiðiheimilda. Og það hægt að gera það með öðrum hætti líka. Margir hafa nú bara í þessum þáttum hjá mér hérna verið að tala sóknamark í staðin fyrir aflamark og til að fá menn til að koma með allt að landi sem þeir drepa, þessi ekki að flokk út í sjó, dýrasta fiskin, setja hann í lestina en henda á dýrasta fisknum. Já. Til að eyða ekki kvótanum sínum. Það margar hliðar á þessu öllu. Það er ekki að tjá því.
En hérna, mér nú efst í huga eins og núna þessi ýsuskerðing hangandi yfir okkur. Já. Og samt er verið að tala að það gæti orðið aukning næst. Og maður hugsa, maður hugsa með sér, jú, þetta er líffræðileg stjórnun, en við erum að nota þessa líffræðilegu stjórnun til að hafa hagfræðileg áhrif. Og þá hugsa maður með sér, er þá ekki eðlilega að taka eitthvað skonar hagfræðilega stjórnun inn í þetta líka? Auka sveiflujöfnunina. Mér hefur fundist það þegar við fórum úr 25% í 20% í, hvað kallið þetta? Skerðingum. Nei. Afla úthlutun eftir stoppstærð. Hvað kallast þetta? Veiðiprósenta? Veiðiþol, farið með það úr 25%. Aflareglan. Og neyri í 20%. Ég hef sett stór spurningamerki við það á þess að mitt starf almennt snúist veiðar, að þá er þetta náttúrulega áhuga mál mitt og ég hef eiginlega ekkert séð einhvers staðar sýnt fram á það að fara úr því að veiða 25% eða nota aflareglu 25% af stofni í 20%, að það hefði skilað sér. Það er ekki skilað sér neitt. Það var nú skýrsla skrifuð þarna af hagfræði deild eða þess að hagfræði stofnun Háskóla Íslands á sínum tíma, hvort það verið 2007 eitthvað svoleiðis, það sem var verið að fara í gegnum þetta sko. Og þá vildu þeir meina sko að svona hagfræðilega séð að þá væri bara langbest þarna að banna bara allar fiskveiðar næsta ár sko og svo byggja stofnin og það var einn hagfræðingurinn sem kallar sig reyndar fiskihagfræðing, Ragnar Árnason, og hann var inn á því að þetta banna allar þorskveiðar fiskveiðar 2007-08. Leggja bara þorskinn inn á bankabók hafsins og láta hann ávaksta sig sko. Það var nú ekki farin svo leið þegar allt kom til alls, en þetta var náttúrulega til þess að aflareglan var lækkuð sko. Og aflareglan er bara hagfræðilegt tæki sko. Hún hefur bara ekkert með fiskvernd að gera, það er bara svoleiðis og sko við höfum náttúrulega verið að tala fyrir því að það þurfa að hækka hana aftur og við finnum það náttúrulega á okkar félagsmönnum og bara maður heyrir það þegar maður er að tala við fólk hringinn í kringum landið að það er allt önnur upplifun af stofnstærð þorsksins hjá úr þessu strandveiði ralli sem er haldið á hverju sumri heldur en þeir vilja meina sko. Það er bara miklu meiri fiskur heldur en var hérna fyrir 15-20 árum og bátar er að fiska miklu meira á hvern línubala í hverju togi á togara eða í snurvoð. Það eru allir bátar að mokfiska, fá bara ekkert að fiska út af kvótasetningu. Nei. Og það væri hægt að breyta þessari aflareglu aftur með einu pennastriki sko. Það þyrfti ekki einu sinni lagabreytingu til þannig að... Já. En strákar, þetta er að vera gott hjá okkur. Hvað viljið þið segja að lokum? Arnar, byrjað þú. Já, ég bara verð að segja það, ég býð mjög spenntur eftir starfi þessa starfshóp og hef lýst yfir að þetta sé stórkostlegt tækifæri vegna þess að ég vil tala með jákvæðum hætti. Það er alveg nóg neikvæða nálgun í sjávarútveginum okkar og ég verð bara að láta það vera lokaorð sem er stórkostlegt tækifæri. Já, þá ætla ég bara að vera jákvæð líka. Það er svo auðvelt að vera jákvæður þegar maður er strandveiðimaður akkurat þessa stundina sko. Þannig að ég bara hlakka til að sjá hvað verður núna í næsta vetur sko, vegna þess að það náttúrulega sko með strandveiðikerfi að það þarf að einhvern veginn að negla það niður, þannig að þetta verður ekki bara í sumar sko, það verður til frambúðar. En við viljum alls ekki að það bitni þá á línu ívilninni sko, það er alveg af og frá að það verður þannig. En þetta pjakkast allt bara í rétta átt hjá okkur sko og það er bara eins og það á að vera. Skulum vona að það verði áfram. Já, ég er full að trúa því að það verði áfram. Ég þakka ykkur fyrir að koma strákar og svo ætla ég að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka hennar þáttu upp og senda hann svo út og svo hvet ég alla sem
hafa getu til að styðja við bakið á samstöðunni og tryggja það að þetta haldi áfram meðal annars umræða sjávarútvegsmál. Takk fyrir mig. Kærar þakkir. Takk fyrir.